Gleðileg jól. Gleðilega hátíð ljóss og friðar. Ekki dásamlegt að í svartasta skammdeginu þá umhverfi okkar lýst upp með fullt af ljósum. Ljósin ekki vegna þess að skammdegið heldur vegna þess boðskapar sem jólin flytja okkur. Fyrir mörgum okkar þá flytja jólin þann boðskap að barn oss fætt. Og sá boðskapur var fluttur fyrst hirðum á Betlehemsvöllum en nú komin alla leið til okkar. Jólin flytja okkur líka þann boðskap að eftir svartasta skammdegið þá birtir á ný. Jólin hátíð tímamóta. Hávetur tökum við frá þessa daga til að líta til þess sem mestu máli skiptir og við athugum í faðmi fjölskyldu og vina að lífið heldur áfram. Það einmitt í andartakinu þegar eitt tekur við af öðru sem við upplifum hvorki né. Við öndum hvorki inn né út, við köstumst hvorki upp né niður. Það hvorki ljós né myrkur, það millibilið. Það friður og ef við gleymum amstrinu í andartak þá gætum við skynjað stærra samhengi hlutana. Þá mega jólin koma. Hver sem boðskapurinn fyrir þér, þá vona ég að þú finnir þennan frið, að þú skynjir kraftbirtingarmátt jólana og reynir ekki að fylla tómið með einhverju drastli sem þú gefur fólki bara vegna þess að þér finnst að þú þurfir að gefa fólki eitthvað bara út af því að við erum búin að búa til massa pressu úr þessari hátíð og maður að kaupa eitthvað dót sem maður veit ekkert hvort að viðkomandi mun nota. Ef þú þarft að gefa fólki gjafir, hvers vegna ekki að gefa upplifun? Andartök sem aldrei gleymast. Eins og til dæmis árskort í Costco. Það gjöf sem gefur. Hver sem boðskapurinn fyrir þér, þá bið ég þess að þú megir meðtaka hann í hug og hjarta og finna í lífi þínu hvað hann veitir mikla gleði, von og kærleik og kjark. Frá öllum hér í Borgarleikhúsinu, gleðileg jól.